Komið þið sæl. Við ætlum að líta núna á eina fræga og fallega skák sem var tefld árið 1999. Hvítt er Garri Kasparov, fyrrum heimsmeistari og einn af sterkustu skákmönnum sögunnar, og með svart Veselin Topalov frá Búlgaríu sem hefur verið árabil einn af allra bestu skákmönnum heims. Í þessari skák sem var tefld á Vaikansé stórmótinu þá lék Kasparov E4 í fyrsta leik og Topalov hefur alla tíð verið mikill sýkilega skákmaður og hefur teflt næturvafbrigðið oft á tíðum með mjög góðum árangri. En í þessari skák þá ákveður hann leika hérna D6, sennilega til þess að koma Kasparov aðeins óvart, og Topalov vissi auðvitað sem var að Kasparov er líka mikill sérfræðingur í sýkilega vörn. Kasparov svaraði þessu með D4 og þá kom riddari F6 og riddari C3. Hugmyndin í þessari byrjun hjá svörtum er að staðsetja biskupinn sinn á G7 og hvítur fær á tækifæri til þess að taka algjörlega við miðborðið, oft með að leika líka F4 ef hann vill, en svartur reynir sín að sækja miðborðinu oft á drottningavængnum, kannski með A6 eða B5, stundum með C5 til þess að opna skálínuna fyrir biskupinn. Þessi byrjun getur boðið upp á mjög skemmtilega skákir, en í þessari skák þá í staðinn fyrir að reyna að taka algjörlega við miðborðið með að leika F4 þá leik Kasparov biskupinn sínum á E3, og hugmyndin með þessu er að fara með drottninguna eftir hérna á D2 og reyna þá að ná uppskiptum af biskupum hérna á H6. Þessi biskup sem endar hérna á G7, hann verður einn af mikilvægustu mönnum svarts og mikilvægur varnarmaður líka ef svartur hrókar að stutt. Þess vegna getur verið mikilvægt fyrir hvítan að losna við hennan biskup til þess að veikja kóngsstöðu svarts og undirbúa þá kóngsókn í framhaldinu. Topalov lék biskup G7 og þá lék Kasparov drottning D2 eins og við töluðum og þá lék Topalov C6 og er þá að undirbúa einhverja framrás á drottningvagnum með B5 eða B4 til þess að reka riddarinn í burtu. Ef að Topalov hefði hrókara strax þá hrókar hann eiginlega bara beint ofan í kóngsókn hvíts. Hvítur getur þá fallast eftir uppskiptum á biskupunum og reynt sérna í framhaldinu að bruna með hápeði sitt við borðið og opna línur að svarta kóngnum. Þetta getur verið alveg hrikalega hættulegt fyrir svartan. En eftir C6 þá lék Kasparov F3 og þessi leikur hefur þann tilgang bæði að valda E4-peðið, líka að valda G4-reitin, vegna þess að það er stundum gott fyrir svartan að reyna að leika riddari G4 og ná þessum biskup. Náði svartur að taka þennan svartölda biskup hvíts með riddarinn sínum, þá er svartur í mjög góðum málum, því þá hefði svartur sinn biskup algjörlega óáreittan hérna á G7. Það hefði hvítur engan biskup til þess að fara í uppskiptum með. Þannig að F3 er mikilvægur leikur í svona stöðum. Þá lék Topalov B5 og Kasparov lék riddari G til E2. Þá kom riddari B til D7 og biskup H6. Fer strax í þessu uppskipti. Topalov drap núna á H6 og Kasparov drap með drottningu og þá á Topalov ekki lengur möguleika á því að hrókara stutt. Það var ólulegur leikur í þessari stöðu, þannig að Topalov ætlar annarkvort að halda kóngnum sínum á miðborðinu eða fara með hann yfir á drottningavanginn. Hann vill ekki fyrir hrókara beint ofan í sókn Kasparovs. Nú kom biskup B7 og A3 hjá Kasparov. Þetta er svona undirbúningsleikur, fyrirbyggjandi aðgerðir. Hann er að stoppa svartan í að leika B4 og hóta riddaranum. Plan Kasparovs er að hrókara langt og reyna síðan að sækja annarkvort á kóngsvagnum eða á miðborðinu. Nú kom E5 frá Topalov, reynir að ná tökum á miðborðinu og löng hrókun. Drottning E7 og kóngur B1. Ég ætla að stoppa þess að við leika kóngur B1. Þetta er svona leikur sem við sjáum oft þegar menn hrókara langt. Hvítur er einfaldlega bara að koma kóngnum sinum að örlítið þægilegri reit, losa líka C1 reitin þangað sem að riddarinn getur farið, og þessi riddari ef hann kemst á C1 getur síðan flutt sig yfir á kóngsvanginn, til dæmis á B3 eða A5. Við sjáum svipaða hluti í skákinni seinna. A6 kom núna til þess að styrkja bara B5-peðið aðeins betur og riddari C1, löng hrókun á Topalov. Hérna sjáum við planið hans, hann er að koma kóngnum sínum í gott skjól á drottningvagnum, riddari B3 og E-dreipur D4. Og nú er spurning hvernig Kasparov ætti að dreipa tilbaka. Hann á tvo góða möguleika, hann getur dreipið með riddara, þá getur komið C5 og riddari B3 tilbaka og báðir hafa sína möguleika. En Kasparov drap með hrók í stöðunni og eftir C5 kom hrókur D1 og við erum komið sömu stöðu og við vorum að tala um. Nú kom riddari B6 hjá Topalov. Hann er að undirbúa að leika D5
Eini veikleiki Svarts í þessari stöðu er þetta bakstæða D6-beð sem að gæti lent í vandræðum nái hvítur einhvern veginn að hóta því meira, til dæmis með að tvöfalda D-línunni eða staðsetja drottningunni sinna á F4. Þannig að Topalov leikur riddari B6 og vill leika D5 sem fyrst. Nú kom góður leikur hjá Kasparov. Hann þarf að virkja biskupinn sinna á F1. Hann er ennþá eftir að virkja þessa tvo menn hérna. Biskupinn þarf að komast einhvert og á engar sérstaklega marga góða reiti á þessari skálinu. Kasparov lék núna G3 og sér þá fyrir sér að staðsetja biskupinn sinn til dæmis að H3 með skák og virkja síðan hinn hrókin sinn í framhaldinu. Topalov lék fyrirbyggjandi leik, hann bæti stöðu kóngsins og leikur kóng B8. Það kom aldrei til greina fyrir Topalov að leika D5 í þessari stöðu. Þá hefði getað komið til dæmis biskup H3 skák, kóng B8 og E-draupi D5, reynt að opna miðborðið og svo kannski í framhaldinu riddari A5. Ég myndi segja hvítu staði aðeins betur í þessari stöðu. Svarta kóngstaðan er örlítið veikari en hvítu kóngstaðan, það er helsti munurinn. En Topalov lék kóng B8 og þá kom örlítið ónákvæmur leikur hjá Kasparov. Hann lék núna riddari A5 sem að lítur vel út. Aðri möguleikar í stöðunni voru drottning F4 sem er góður leikur sem setur press á D6-beðið eða biskup H3 eins og vorum að tala um áðan, sem er svona leikur sem að flesti myndu íhuga virkja biskupir. Riddari A5 og þá biskup A8. Topalov vill halda í hennan biskup, hann gæti stutt vel við D5 framrásina og er mikilvægur varnarmaður í kringum svarta kónginn. Þá kom biskup H3 hjá Kasparov og núna loksins D5. Svartur vill auðvitað losa sig við bakstæða D-beðið. Vandamálið á svörtum er eins og ég nefndi að hann að kóngstaðan er svolítið opinn. Og Kasparov reyndi núna að notfæra sig það, skákaði hérna á F4 með drottningu og svarti kóngurinn fór á A7. Við sjáum að það er erfitt fyrir svartan að bera fyrir skákina, ekki gott að fara með drottninguna á D6, þá getur komið E5 og ef drottningi fyrir á C7 þá fellur riddarinn á F6. Þannig að kóngur A7 er eini almennilegi leikurinn og kóngurinn á núna enga reiti. Við sjáum að riddarinn á A5 er dálítið hættulegur, valda B7 reitin og svartur þarf að passa sér svolítið í framhaldinu. Nú auðvitað kom Kasparov síðasta mannunum sínum í spilið, hrókur H til E1 og er núna búinn að staðsetja hrókarinn sína á miðborðinu og tilbúin að drepa D5 og hóta svörtu drottningunni. Þannig að Topalov ákveður að leika D4 og halda miðborðinu lokuðu. Þannig að möguleiki var D-dreipur E4 sem er sennilega ekki skynsamlegur leikur fyrir svartan. Þá getur hvítur dreipið tilbaka með F-peði og hótar þá kannski í framhaldinu að leika riddari D5. Ef að svartur tekur hérna á E4 þá getur hvítur dreipið tilbaka og eftir hrókudreipið D1 skák og hrókudreipið D1 og biskupdreipur E4 sem virðist vinna peð fyrir svartan kemur hrókur E1, hrókur E8 og núna kemur það svartum í koll hvað kóngstaðan hans er veik því að hvítur getur núna leikið hrókudreipur E4 og eftir drottning dreipur E4 kemur drottning C7 skák, kóngur A8 og riddari C6 sem hótar máti á A7 sem er nánast ómögulegt að stoppa. Þannig að þetta gengur ekki upp fyrir svartan. Ef að Topalov hefði valið í þessari stöðu í staðinn fyrir að drepa á E4 að drepa á D1 fyrst þá kemur hrókudreipur D1 og riddari dreipur E4 og hrókur D7 skák sem er mjög fallegur leikur vinnur drottninguna ef að Topalov dreipur með drottningu út á biskupnum H3 og eftir riddari dreipur D7 þá kemur sama áðan drottning C7 skák og svartur mát í kjölfarið. Þannig að D4 hjá Topalov var skilinlegur leikur. Núna kom riddari D5 með Kasparov og Topalov fór í uppskipti hér, tók með B-riddaranum og eftir E-draupi D5 kom drottning D6. Topalov virðist vera búinn að koma ár sinni þokkalega vel fyrir borð. Hann fann hann að fallast eftir drottningarúrskiptum og peðið á D5 virðist vera svolítið veikt og ef að það verður drottningarúrskipti þá virðist riddarinn á A5 svolítið strandaður ef hann er ekki að taka þátt í sókninni. En Kasparov var að sjálfsögðu búinn að sjá lengra hér og drap núna á D4 með hrók. Og þetta er frábær leikur. Topalov getur tekið á F4 með drottningu en þá dreipur auðvitað Kasparov tilbaka með hrók. Hann getur auðvitað tekið hrókinn og við sjáum hvað gerist, það gerist í skákinni. Hann getur líka tekið á D5 með biskup en þá var Kasparov búinn að plana þennan leik hérna hrókudreipið D5
og eftir riddari drepur D5 þá kemur drottning drepur F7 skák og svo hrókur E6 og öll spjót beinast að svörtum. Þetta stór hættuleg sókn sem hvítur hefur í þessari stöðu. Förum tilbaka. Eftir hrókur drepur D4 þá drap Topalov á D4 með peði. Og ég veit ekki hvort hann hefur ekki verið búinn að sjá framhaldið sem Kasparov var búinn að sjá. Kannski hugsaði hann bara að Kasparov ætlaði að taka á D4, þá hefði Topalov getað leikið drottning B6 og eftir hrókur E7 skák má hann auðvitað alls ekki bakka með kónginn á B8, þá fellur drottningin. Ætlaði hann sennilega að leika riddari D7 og svara hrókur drepur D7 með hrókur drepur D7 og eftir drottning drepur H8 taka þá peðið á D5 og vera að skipta minni yfir og sennilega með unnastöðu. En Kasparov var, eins og ég sagði, búinn að sjá örlítið lengra og eftir C drepur D4 þá drap hann ekki tilbaka með drottningu, heldur byrjaði á þessum leik hérna hrókur E7. Ég hef stundum sagt nemendum mínum það að ef þeir sjá fyrir sér einhverja skemmtilega leið í huganum sem að gengur ekki alveg upp, þá getur verið ágætt að prófa að víxla leikjaröð og sjá hvort að það gengur eitthvað betur. Og hérna byrjar Kasparov á hrókur E7 í staðinn fyrir að byrja á drottning drepur D4. Málið er að ef að Topalov drepur með drottningu, þá drepur Kasparov á D4 með drottningu og nú á Topalov ekki þennan möguleika að bera drottninguna fyrir á B6. Hann að leika kóngur B8 og þá kemur drottning B6 skák. Og því þessi biskup stendur svona skemmtilega hérna H3 og valda C8 reitin, þá á Topalov enga aðra leiki en biskup B7 og þá getur komið hér riddari C6 sem að vinnur drottninguna eins og við sjáum. Þannig eftir hrókur E7 skák þá lék Topalov kóngur B6. Nú drap Kasparov á D4 og við sjáum að ef Topalov ber núna drottninguna fyrir þá getur Kasparov tekið riddaran á F6 með skák. Þetta er stórhættulegt, þannig að hann ákvað að taka slaginn og hirti riddaran á A5. Ef við teljum mennina sem inn á borðinu núna þá sjáum við að Kasparov er heilum hrók og heilum riddara undir. En svartur er komin kónginn sem á A5 þar sem hann lítur ekki vel út. En það er ekkert auðvelt að sjá eitthvað rakið mát fyrir hvítan. Hvítur lék B4 skák og núna kom kóngur A4. Kóngurinn virðist vera í sæmilegu skjóli. En Kasparov á ótrúlegt framhald hér. Hann lék ágætum leik drottning C3 sem er reyndar ekki besti leikurinn. Slagan er flókin og það er ekki auðvelt að sjá alla leiðir til enda en Kasparov gat leikið hrókur A7 og ef að þá Topalov leikur riddari drepur D5 þá kemur þessi ótrúlega leikur hérna hrókur drepur A6 sem fórnar enn öðrum hróknum, drottning drepur A6 og drottning B2 sem hóta bara einfallega máti á B3 reitnum. Þá yrði Topalov að gefa lið tilbaka til að bjarga mátinu, riddari C3 skák, drottning drepur C3 og biskup D5 sem valdar B3 reitin. Og hvað var Kasparov búinn að plana þá? Jú, kóngur B2 sem hótar drottning B3 enga síður. Með máti í kjölfarið þar sem að hvítur drepur tilbaka með C-peði og svarti kóngurinn er mát. Drottning E6 er þá einu leikurinn, en eftir biskup drepur F6 og eftir að byrja E6, þá kemur enga síður drottning B3, biskup drepur og C drepur B3 mát og þetta er ótrúleg staða. Þetta gat Kasparov gert, ég veit ekki hvort hann var ekki búinn að sjá þetta en hann var búinn að sjá drottning C3 sem er góður leikur vissulega, hóta máti á B3. Topalov lék núna drottning drepur D5. Ef hann hefði drepið með biskup þá hefði bara komið kóngur B2 og svartur á enga viðvarandi vörn við drottning B3 skák og máti í kjölfarið. Þannig að drottning drepur D5 var leikurinn og þá kom hrókur A7 sem að hóta núna máti á A6. Sjáum að ef að Kasparov hefði leikið kóngur B2 þá hefði komið drottning D4 sem að leppa drottningun og þvinga fram drottningarúrskiti og svartur ætti að vinna það mjög þægilega enda miklu liði yfir. Þannig að hrókur A7 hóta máti á A6 og Topalov ákvaða fórna liði hérna tilbaka með að leika biskup B7 sem að Kasparov bara drap. Hugmyndin er að ef svartur drepur tilbaka með drottningu þá er bara mátina á B3 en Topalov lék núna drottning C4 sem er sennilega ekki besti leikurinn. Þetta er flókin staða en menn fundu eftir skákinn að besti leikurinn væri hrókur H til E8. Reyndar á Kasparov enn góða sóknarmöguleika þeirri skák en svartur hefði getað varist lengur.
En eftir drottning C4 þá tók Kasparov þennan riddara á F6 og er núna búinn að vinna töluvert lið tilbaka, er bara að skipta mun undir. Topalov drap núna á A3 með kóng. Hann hefði líka í þessa stöðu getað skáka hérna D1 og eftir kongur B2 leikir hrókur A8 og komið í veg fyrir helstu hótarinnar, en staðan er enga sér mjög hættuleg eftir drottning B6 sem hóta máti á A5 og eftir drottning D4 skák sem að næru uppskiptum á drottningum þá getur Kasparov hýrt peðið hérna á F7 og skáka hérna á B3 og þessi staða hér er sennilega betri á hvítan þar sem að Topalov þurfti að gefa skiptamynd tilbaka og Kasparov kemst út í betra hróksaðantafl. Það var engin leið að sjá fyrir endan á öllu þessu hvernig þessi staða væri, þannig að Topalov ákveður bara að taka slaginn og taka hérna á A3. Núna kom drottning drepur A6 skák og kóng drepur B4 og núna mjög skemmtilegu leikur hjá Kasparov C3 skák. Hugmyndin er að eftir drottning drepur C3 fellur peðið hérna á B5. Hvíti getur tekið það til dæmis með drottningu og eftir kongur A3 getur komið hrókur A7 og máti næsta leik. Og ef kongurinn fyrir hérna á B3 þá getur komið drottning A2 skák, kongur drepur C3, drottning B2 skák, kongur D3 og síðan þessi ótrúlegu leikur hérna hrókur E7 sem að lokar eilíðunni algjörlega og hótunin til dæmis hérna biskup F1 bara mát og svartur á enga vörð við þessu. En eftir C3 þá drap Topalov með kóng og þá kom drottning A1 skák og núna kemur skemmtilegt framhald, kongur D2, drottning B2 skák og kongur D1 og kongurinn svarti er kominn alla leið í borðið. Hann var á E8, hrókaraði langt og fór síðan yfir allan drottningavanginn yfir á D1. Ég held að Topalov hefði ekki verið búinn að sjá næsta leik á Kasparov. Það er engin góð skák sem að hvítur á í stöðunni og það virðist vera erfitt að hóta einhverju máti, en Kasparov er búinn að sjá þennan ótrúlega leiki þessu biskup F1 sem að virkja núna hvíta biskupinn og hugmyndin með þessu er að ef svartur drepur biskupinn þá kemur drottning C2 skák, kongur E1 og hrókur E7 með máti næsta leik. En eftir biskup F1 þá lék Topalov hrókur D2 sem er eini leikurinn. Hótar hvítu drottningunni, en hugmynd svarts er ef hvítu tekur núna drottningun á C4 þá tekur svartur drottningun á B2 og kemst út í þolanlegt hróksaðantafl með þess að peð yfir þó að hvítu vinnur svolítið peð tilbaka til dæmis á F7 eða jafnvel á C4. En eftir hrókur D2 þá var Kasparov búinn að sjá mjög fallegan leik. Hann leikur núna hrókur D7 sem að leppa hrókinn og hugmyndin er að eftir framhaldið eins og framhaldið teldi í skákinni hrókur drepur D7 þá getur Kasparov núna tekið drottningun á C4 og hóta með þess að máti á C1 og líka hróknum á H8. En ef hrókurinn á H8 forðar sér eitthvað þá kemur máti hérna á C1. Topalov var að taka tilbaka með peði og þá hýrti Kasparov hrókinn á H8 og er núna drottningu yfir fyrir hrók og peð en með unnastöðu þar sem að svörtu peðin hljóta falla. Hrókurinn fór núna á D3, drottningin fór á A8, þá kom C3 og drottning A4 skák og kongur E1. Þá leik Kasparov F4, leikur peðinu sínu bara í valdið, F5, kongur C1, hrókur D2 og núna drottning A7 sem hótar þá að fara með drottninguna hérna niður á E3 að hýrta peðið og það var hér sem að Topalov gafst upp. Þessi skák er talin vera einn glæsilegasta sóknarskák okkar tíma. Ótrúlegi leikir sem við sáum í þessari skák og margar skemmtilega fórnir. Takk fyrir þetta.